Sælt fólkið og velkomin með mér í Glettur og velkomin með mér til Djúpavogs. Ég reyndar sagt það oft sinnis áður í Glettunum að mér finnst bæjarstæði hérna í Djúpavogi eða á Djúpavogi eitt af fallegasta á landinu. Já, menn geta bara velti fyrir sér hvort það rétt að segja á eða í og ég held að heimamenn segi yfirleitt á Djúpavogi, fyrirgefiði. En hérna í þessu fallega og virðulega húsi fyrir aftan mig, þetta Hótel Framtíðin, ríflega aldargamalt hús, byggt 1906. Þarna sitja sveitarstjórnarmenn á Austurlandi og ráða ráðum sínum. En hvar kreppir helst að sveitarfélögum á Austurlandi í dag? Ég held að það brennir nú helst á mönnum að við teljum að þurfi að efla ennþá betur þá innviði sem eru hér til staðar til þess að ungt fólk sérstaklega sjái tækifæri í því að flytjast hingað. Það eru við tölum heilmikið bættar samgöngur og það þurfi að til dæmis tryggja vetrarþjónustu. Heilbrigðisþjónusta afskaplega mikilvæg að fólk geti haft aðgang að henni og verið öruggt að geta fengið þá þjónustu sem það þarf. Ég held að svona hlutir eins og menntunarmál fyrir í leik- og grunn- og tónlistarskólum sé í ágætu lagi. Við höfum mjög öflugar skólastofnanir en hlutir eins og fjarskiptamál eru mjög brýn að leysa. Það eitthvað sem brennur mjög á mönnum. Samtök sveitarfélagana eru fyrst og fremst hugsuð til þess að sameina krafta sveitarfélagana á Austurlandi en hagsmunir þeirra fara ekki alltaf saman því svæðið stórt og aðstæður ólíkar. Alþingismenn kjördæmisins hafa jafnvel kvartað yfir því að þeir viti ekki alveg fyrir víst á stundum hver sé vilji Austfirðinga í forgangsröðum framkvæmda, til dæmis við jarðgangagerð. Á aðalfundurum á Djúpavogi kom fram sterkur vilji til samstöðu gömul ágreiningsmál. Ég held að það sem við þurfum að gera Austfirðingar að við búum yfir gríðarlega miklum gæðum og segja og virkilega sterkur landsfjórðungur. En við þurfum að mynda okkur svona betri og skarpari og sameiginlega framtíðarsýn á hlutina og reyna einhvern veginn að kortleggja eitthvað svæði betur og horfa á það sem eitt því að við þurfum að horfa yfir hreppamarkin því að við erum í samkeppni við önnur landsvæði en ekki síst erum við nánast í ekki bara keppum fólk sem vill búa hugsanlega eitthvað annars staðar heldur jafnvel annars staðar í heiminum. Við erum komin í samkeppni út fyrir landi eða út í það falli þannig að við verðum svolítið að horfa á hlutina hérna heima hjá okkur en að koma okkur saman okkar framtíðarsýn. Aðalfundurinn leggur til að nú þegar verði hafin vinna á vettvangi sambands sveitarfélaga á Austurlandi við að móta sameiginlega framtíðarsýn fyrir Austurland með víðtækri þátttöku allra íbúa, kjörinna fulltrúa og þingmanna kjördæmisins. Fenginn verði utanaðkomandi ráðgjafi til þess að leiða þessa vinnu með það að markmiði að Austfirðingar allir geti með sem víðtækastri sátt horft til framtíðar í málefnum fjórðungsins og aukið þannig samkeppnishæfni hans en frekar. Með sameiginlegri framtíðarsýn mun sparast ómældur tími. Það kom fram í máli sveitarstjórnarmanna á aðalfundinum að þeir hafa væntingar til þessarar stefnumótunar vinnu. Ég held að við þurfum á þessu að halda Austfirðingar að sameinast svona, aðalatriðin hér. Og í stórum málum þá Austfirðingar staðið alltaf saman. Og við gerum það þegar á reynir og við þurfum að standa stöndum við saman. En við erum kannski óþægilega miklu karpi oft minni hluti og það fer mikið tími í það. Þannig að ef við byggjum upp svona sameiginlega framtíðarsýn með okkar fjórðung þá munum við leysa hraðar úr þessum litlu ágreiningsmálum sem ég held að séu svona raunverulega lítil. Við erum svona sammála stórum málum held ég. Hagsmunir sveitarfélagana eru margt ólíkir. Til dæmis Djúpavogshreppur enn í sárum eftir að Vísir hvarf á braut á sínum tíma með alla sína starfsemi og veiði heimildir. Við erum ekki búin að ná okkur ennþá eftir áfallir sem urðu fyrir í atvinnulífinu hér fyrir það. Það náttúrulega þar sem að skóginn kreppir mest og við erum náttúrulega bara að vinna okkar hægt og bítandi út úr því en gengur hægt að fá skilning á stjórnvöldum meðal annars. Það hefur ekki ennþá verið gerðar breytingar á fiskveiðistjórnarkerfinu sem hefur til dæmis átti að laga það sem að úrskeiðis fór og sjávarútvegsráðherra var raunverulega búinn að gefa yfirlýsingu yfir, hann ætlaði að vinna að það yrði að koma til hærri aflaheimildir inn á þessa staði eins og hérna sem voru fyrir svona áfalli.
Það náði ekki fram að ganga, hefur allavega ekki náð ennþá fram að ganga. Þannig að það náttúrulega stóra eyðan í myndinni. Við höfum ekki fengið nein svör ennþá við þessu stóra áfalli. En það verður að tryggja hærri aflaheimildir á stöðum sem þessum, ef ekki á illa fara, víðar landið, til lengri tíma. Þannig að menn geti gert sér eitthvað skipulag þeir sem eru að vinna og með fiskvinnslustöðvar. Þannig að geti gert sér langtíma plön með einhvern lágmarksgrundvöll til þess að byggja á. Og þannig að þetta auðvitað bara þannig inn í grunninn og okkur finnst við eiga rétt á því að hafa aðgang að þessari auðlind. En núna bolfiskurinn meira og minna kominn allur á suðvesturhornið. Menn virðast vera búin að skipta með sér, á góðri leið með að skipta með sér að hafa uppsjávarfiskinn fyrir austan og bolfiskinn fyrir vestan, á suðvesturhorninu. Þetta mjög sérkennileg staða og við erum að sjá hverja byggðin á fætur annarri gefa eftir í þessum efnum. Og allt í krafti stærðarinnar og menn eru svo margoft sagt, menn eru endurtekið að halda því fram að það sé allt saman hagkvæmnin sé öll fólgin í stærðinni og hrúa öllu saman á örfáa staði og hugsa um samfélagslegar afleiðingar á allar hinna byggðirnar sem verða fyrir þessum höggum. Og þarna verða stjórnvöld alltaf að mæta inn og móta alvöru byggðastefnur og aðgerðir til þess að mæta þessu. Breiðdalshreppur hefur einnig átt á brattan að sækja undanfarin misseri. Þar hafa verið fá atvinnutækifæri og íbúum fækkaði ört á tímabili og fjárhagur sveitasjós var slæmur. En hvernig staðan í dag? Það gengur aðeins skárinn hefur verið. Hafa verið miklir erfiðleikar hjá okkur í mörg ár. Og það svona horfir heldur til betri vegar. Og við erum svona að gera okkur vonir að nýjungar sem að koma. Við höfum til dæmis fengið þarna fiskvinnslu sem að gengur mjög vel og svona frekar vaxandi. Og við erum í verkefni með Byggðastofnun sem að brothættar byggðir. Og við erum mjög ánægð með það samstarf og það sem að koma út úr því. Og svo hefur komið svona upp á svona happdrættisvinningar eins og Borkjarnasafn sem að koma frá Akureyri til Breiðdalsvíkur. Það er tekið samningur það og það mjög miklar vonir bundna við það og samstarf við Breiðdalssetur sem svona jarðfræðisetur og fjallar íslenskt mál og íslenska tungu og þar við gerum okkur mikla vonir að þetta verði svona framtíðar uppbygging á Breiðdalsvík. Þetta kannski á fræðasviðinu. Eru þau kannski að opna svona möguleika til þess að til dæmis gamlir Breiðdælingar sem hafa farið til mennta getur komið heim aftur? Endilega, það einmitt það sem verið að hugsa Það margir Breiðdælingar sem hafa flutt burt sem vilja gjarna koma heim en hafa hreinlega ekki að neinu að hverfa og við gerum okkur vonir að geta fengið þá að einhverju leiti til okkar aftur heim og það líka svo ég sleppi því ekki, svona það gengur vel í landbúnaðinum og mér finnst svona það hefur að koma ungt fólk þar inn og menntað fólk og við beintum líka mjög mikla vonir við það, svona fjölbreytni, það eiginlega svona grunnatriði í að endurreisa þetta sveitarfélag og koma því til betri vegar að það verði fjölbreytni í atvinnulífi til þess að við fáum fólk. Úti við svalan sæinn syng ég mín ástarljóð Dýrlegum dagsins draumi í dvel ég við forna slóð Þú varst mín æsku engill ást mín var helguð þér Þegar ég hugsa horfna tíð, hugur minn reika fer. Sveitarstjórnarmenn á Austurlandi náðu samstöðu veigamikil mál, þar sem vilji þeirra hefur skarast á undanförnum misserum. Í samþykktum aðalfundarins til dæmis lögð áhersla á jarðgöng Fjarðarheiði sem næsta verkefni í ganga gerð. Þar einnig ítrekkuð sérstæða ferjuhafnar á Seyðisfirði og hvatt til þess að sveitarfélög og hagsmunaaðilar hafi samráð markaðssetningu og móttöku skemmtiferðaskipa.
Einnig lögð þung áhersla á að uppbyggingu heilsársvegar Öxi verði flýtt frá núverandi samgöngu áætlun enda forgangsverkefni að ræða. Við höfum alltaf átt í góðu samstarfi hérna þó að þú geti greint á í einstaka örfáum málefnum. Þá held ég að Austurland megi nú ekki við því, það þótti alveg nóg þegar Hornafjörður fór í suður og ég held að Austurland megi ekki við því að missa ennþá einn bútinn af fjórðungnum. Þannig að Austurland stæði mun veikar eftir ef það hefði ekki Djúpavogshrepps. Það er algjörlega ljóst. En við þurfum að bæta tengingun inn á svæðið til þess að geta átt í eðlilegum samskiptum við svæðið. Því er ekkert alena. Það kemur allstaðar fram í öllum mælingum að samgöngur eru allstaðar settar efst á oddinn upp á það að geta átt í eðlilegum samskiptum innan svæðisins ef það á að virka. Þá pressið þið stíft á veg Öxi? Auðvitað gerum við það. Það liggur engin annar staður á landinu jafnvel við og engin eins mikil stytting. Þetta er 72 km stytting með fjarðarleiðina og þó þú tækir allar aðrar vegleiðir á hringveginum og leiðir það saman sem er í boði til styttingar, þá ná þær ekki þessari framkvæmd einn og sér. Þannig að þú getur ímyndað þér ávinningin af því. Þannig að þetta verður náttúrulega hringvegur til framtíðar. Gríðarlega mikið hagsmunamál fyrir alla íbúa þessa lands og þá sem þurfa að keyra hérna og stytta sér leiðir á milli. Og hugsaðu alla flutninga, það var búið að reikna hér fyrir nokkrum árum. Sparnaðin bara við flutningabílum og aðrir sem að geta stytt sér leiðir. Og munar hvern kílómetri þegar það kemur að þeim málum, vöruverð og allt undir. Og þannig að þetta skiptir þá fyrir austanlega miklu máli og okkur. Það þarf að fara báða leiðir. Þannig að það er alveg kristaltært. Er það kannski hagsmunamál númer 1, 2 og 3 á þínu mati að gera heilsársvegum Öxi bara fyrir Austurland sem heilt? Það er langstærsta hagsmunamáli samgöngulega séð og ekkert eins og ég segi ekkert bara fyrir Austurland, heldur fyrir landið í heild sinni og það sem að keyra hringveginn. Þetta er bara það mikil stytting og það er mjög sérkennilegt ef hérna, það sem allar mælistikur segja að eitt af höfuðmarkmiðunum sé að stytta leiðir eins mikið og hægt er og þegar það liggur á borðinu 70 km stytting, byrjum hvað veldur því þá að menn alltaf geti ekki hort á það eins og hvað annað. Já, Austurland er stórt, þetta er mikið landsvæði, en þetta eru 8 sveitarfélög, en hins vegar ekki nema rétt liðlega 10.000 íbúar. Spurningin er kannski rétt að sameina Austurland í eitt sveitarfélag? Já, ég er nú alveg sannfærð um það að menn munu sameinast í einhverju mæli. Ég veit svo sem ekki hvort að það er tímabært að taka það skref að við sameinast öll, en ég held að það sé sterkara að menn séu heldur fleiri. Þetta er býsna mikið umfang stjórnsýslu í hverju sveitarfélagi, menn þurfa að leysa ákveðin verkefni og það er auðvitað þannig að það er, eftir því sem eru auðvitað færri, þá leggst það þyngra á þá sem eru fyrir og ég held bara að þetta umhverfi er ekkert sérstaklega, það er ekkert vænlegt endilega að fara inn í það. Sko, því að menn halda ekki mjög lengi út margir hverjir, til dæmis í þessum sveitarstjórnarmálum bara vegna þess að þetta er heilmikið umfang og ég held að við myndum verða sterkari ef við saminuðust að einhverju leyti. Það kann að vera að það sé eitthvað sem við eigum að hugsa út í, en ég held að það þurfi þá að gerast bara með ákveðinni þróun. Ef fólk hefur sumarlega sýn á hlutina, þá getur það gerst. Það sé ekki eitthvað sem má koma með valdboði að ofan? Ég held að sé svolítið erfitt. Ég held að íbúarnir á hverjum tíma verður svolítið að sjá þetta sjálfur. Það fer svolítið eftir hvað þetta eru stór sveitarfélög. Sko. Þetta er svolítið spurning um það hvað lágmarksfjöldi sveitarfélag á að vera. Eða fjöldi íbúa, lágmarksfjöldi íbúa í hverju sveitarfélag á að vera. Þetta skiptir að máli hvort að það er verið að sækja alla þjónustu yfir í önnur sveitarfélag. Þá er spurning það hvort að það sé forsendur fyrir því að það sé sjálfstætt sveitarfélag. Það er svona umræður sem þurfum að taka. Kom ekki til greina til dæmis að sameinast Fjarðabyggð? Það er svona eitt af því sem hefur verið aðeins rætt, en það hefur svona sem ekki verið tekið nein ákvörðun það ennþá og menn vilja helst ná sveitarfélaginu aðeins upp úr þessu miklu öldudal áður en það farið að kanna þá möguleika. Og þá jafnvel sumir tala stærri sameiningu, jafnvel að sameina allt Austurland í eitt sveitarfélag.
og að mörgu leyti það áhugaverð hugmynd þó að hún hafi svo sem ekki verið rædd neitt sérstaklega hjá okkur, þetta bara persónuleg skoðun mín. Finnst þér það, til dæmis, þetta stórt svæði en ekki nema rétt liðlega 10.000 manns, væri kannski rétt að búa til eitt sveitarfélag? Ég held að gæti alveg verið, svona með því að það yrði svona tryggður, svona að það yrði ekki einhver lýðræðishalli, að hvert byggðarlag fengi að njóta sín áfram og hefði svona sín byggðaráð eða eitthvað slíkt sem að gæti þá tekið ákvarðanir í eigin málum að einhverju leyti, en svona heildarmyndin væri sameiginleg. Og það bara að mörgu leyti fyrir þessi litlu byggðarlög. Þetta svo erfiður rekstur að ég held að þau komi til með eigi erfiðleikum áfram. Það mun efalaust geta verið inn í myndinni að því gengnu að það verða gerðar samgöngubætur. Það alls staðar þar sem hefur verið sameinað. Þar hafa menn gert skýlausa kröfu á það að gera jarðgöng eða annars konar samgöngubætur sem gera það að verkum að menn geta átt í betri samskiptum. Ég kannski held að íbúar á ákveðnum svæðum, þeir auðvitað eru hræddir kannski sína stöðu og við finnum það mjög til dæmis í umræðum hjá sambandi sveitarfélaga á Íslandi að jaðarbyggðir óttast mjög það að verða undir ef að til dæmis þær sameinast stærri einingum og þess vegna nú til dæmis ein ályktun á þessum fundi að beina því til sambands sveitarfélaga á Íslandi að þróa svona eitthvað lýðræðis og útfærslur á því hvernig hægt að tryggja aðkomu sveitarfélaga sem sameinast stærri sveitarfélagum þannig að þau finni ekki eða telji ekki að þau muni fyrirfram bera skarðan hlut frá borði. Að menn viti það fyrirfram hvers konar stjórnskipulag til dæmis sem tryggir aðkomu jaðarbyggða að ákvörðunum og menn haldi svolítið í sitt bæði sjálfstæði og sína sjálfsmynd, það náttúrulega ákveðin menning bara á hverjum stað. Ég myndi aldrei segja til dæmis að fólk á Borgarfirði sé eins og fólk á Eskifirði. Það bara mismunandi svona menning í samfélagunum sem að mér finnst að ég haldi í. Það á ekkert að steypa alla í sama mót og láta alla rauninni fara í gegnum sama módel. Við eigum að halda í sérstöðu. Á aðalfundi sveitarfélagana voru samþykktar margvíslegar ályktanir hagsmunamál Austurlands. Í ályktun ferðamál segir til dæmis að langtíma stefnumörkun þurfi að eiga sér stað í íslenskri ferðaþjónustu. Fjölgun ferðamanna og álag á ferðamannastaði á sunnanverðu landinu sem og á Keflavíkurflugvöll hafi náð þolmörkum eins og margoft hafi sýnt sig. Það sé því brýnt að leita lausna til framtíðar. Nú ljóst að áætlunarflug verður frá Egilsstöðum til London 2 í viku næsta sumar og fundurinn bendir á að Egilsstaðaflugvöllur sé augljós kostur sem önnur fluggátt inn í landið og rökréttan hluta þeirri heildarlausn sem nauðsynleg í málefnum ferðaþjónustu á Íslandi. Við höfum algjörlega sameinast það og að þetta sé að sjálfsögðu okkar flugvöllur hér og alþjóðaflugvöllur og við höfum svona að keppa því og nú er árangurinn að koma í ljós af því, nú erum við að fá hérna millilandaflug. Og það bara vegna samstöðu þessara 8 sveitarfélaga í því að ná því hingað. Og það svona eitt gott dæmi eitthvað sem að ganga vel eftir. Og þetta mun auka hér alveg gríðarlega ferðamannastraum hingað. Og nú þurfum við að fara að hugsa það hvernig við taka mótilunum ferðamannum. Ég er ekki viss að það hefur verið hugsað alveg endilega ná vel út í það. Má ekki fara fyrir því rauk að það sé þjóðhagslega hagkvæmt að reyna að fá erlenda ferðamenn inn á Egilsstaðaflugvöll, létta til dæmis á Keflavíkurflugvöll. Þetta tækifæri. Fólk kemur til Ísland til þess að upplifa Ísland kannski án þess að það sé fullt af ferðamönnum. Þessi einstöku náttúru og svo margt annað sem Ísland hefur upp á að bjóða sem að þú upplifir ekki annars staðar. Við höfum náttúrulega orðið vör við það. Það sko þessi austasti hluti landsins, hann svona vissuleyti, hefur ekki fengið eins mikið af þessum straumi ferðamanna. Það hefur náttúrulega bara líka ekkert verið markasett á sama hátt og suðvesturhorni skulum við segja. Við höfum alveg, ég segi nú ekki við höfum ígildi Gullfoss en við vitum það að það fara 40.000 manns upp á Hengifossi á hverju ári. Það náttúrulega heilmikið. Við höfum svona perlur eins og Hengifoss og svo marga aðra staði. Borgarfjörður eystri til dæmis náttúrulega óumræðilega fallegur
og firðirnir bara og þessi svæð okkar eru að bjóða upp á svo margt. En við höfum ekki, finnst mér, notið þess í markaðssetningu eða fengið mikla markaðssetningu frá til dæmis svona sameiginlegum stofnunum. Kveikjum eld, káttan brennur, sérhvert kvöld syngjum dátt. Örar blóð, mæðar rennur, blikar glóð, prestur hátt. Æ, bálið brennur, bjarma á kinnar slær, að lofum leikur, ljúfasti aftan blær. Kveikjum eld, káttan brennur, sérhvert kvöld syngjum dátt. Ekki opnast meiri leiðir fyrir fólk sem fer í námsskólanám til að koma heim aftur? Já, ég vona það sannarlega. Og ég svo sem hef orðið heilmikið vör við það að ég sé að fyrrum nemendur mínir í menntaskólanum á Egilsstöðum hafa mjög margir snúið heim sem betur fer og það er náttúrulega, það er þvílíkt happ að fá þetta fólk til að starfa á svæðinu. En okkur finnst samt skorta á möguleika til dæmis fyrir fólk sem hefur menntað sig í svona ákveðnum sviðum. Það er ekki nægilega mörg tækifæri í sumum greinum. Tæknimenntað fólk og fólk með heilbrigðismenntun, það hefur átt nokkuð gott með að fá störf. Og svo náttúrulega þeir sem hafa farið í að mennta sig sem kennara, það eru hefur verið nóg fyrir þá að gera og þar eru við, eins og ég segi, ágætlega mönnuð. Því sem að atvinnutækifærin eru öflugri, þá kemur fólk tilbaka. Við sáum þetta með tilkomu álversins og það sem hefur svona þjónusta sem hefur orðið til í kringum það að fólk hefur komið aftur og farið og menntað sig og komið aftur. Og við vonum að við sjáum það líka í fleiri greinum, ekki bara það sem tengist iðnaðarstörfum. Og vonandi að komi til þess fleiri að starfa í sjávarútvegi og því sem að sjávarútveginn að skapa. Það vantar kannski meira þessa fjölbreytni í fjórðunginn og til þess að skapa sér störf þannig að fólk geti komið aftur. Ef þú værir allsráðandi og mættir ráða, þó ekki nema einn dag, hvað myndir þú gera númer 1, 2 og 3 til þess að efla Austurland? Ég hugsa ég myndi náttúrulega byrja á því að laga fjarskiptasambandi. Þannig að bara allir gætu verið með örugt fjarskiptasamband hvar sem þeir kjósa að búa. Vegna þess að ég held að bara það að geta treyst í að maður sé með góðar tengingar, það þýðir það að þú ert miklu frjálsara af því hvar þú býrð. Og fólk kýs að búa, við vilja ekkert alveg allir búa inn í þéttbýli, en þeir auðvitað til þess að geta sinnt vinnu sem krefst til dæmis hárhæðatenginga, það auðvitað bara lokar á það að þetta ástand sem núna. Er það nútíminn að vera tengdur? Já, það er það bara. Þú færð ekki ungt fólk til að vinna til dæmis í ferðaþjónustu út í dreifðum byggðum nema það komist alltaf á netið. Þau vilja geta hort á allt sem þeim dettur í hug og sótt sér myndir og hvað sem er. Og það er bara ekki hægt. Fljótsdalshérað er mjög víðfemt og það er ekki til dæmis hægt að hringtengja Fljótsdalshérað með ljósleiðara. Heldur er þetta, eins og einhver hefur sagt, það er meira svona eins og amaba og kostar, við höfum látið reikna það út fyrir okkur að það er $0,5 milljarður sem myndi kosta að ljósleiðaravæða Fljótsdalshérað. Við höfum ekkert bolmagn til þess eins og er, en við höfum ákveðið að fara til dæmis í bráðabirgða verkefni sem er að setja upp örbylgjusamband sem á að tryggja öllum betra samband allan en þeir hafa í dag. Okkur finnst náttúrulega, við erum ekki alveg sátt við það hvað til dæmis er mikið eftir af ómalbyggðum vegum hjá okkur. Okkur finnst innanlandsflug vera of dýrt. Það held ég líka í alla íbúa á Austurlandi. Við erum hins vegar mjög stolt af flugvellinum okkar á Egilsstöðum og við vonumst til þess að það muni ekki líða löngu þar til við getum farið að bjóða upp á millilandaflug. Við finnum fyrir stórauknum ferðamannastraumi og við þurfum að standa okkur í að taka á móti þessum gestum
og það er mikil uppbygging í ferðaþjónustu, bara í fjölgun hótelrýma og ég held að innviðir eins og ég segi skólamál og menning og svoleið, það er í sjálfu sér í þokkalegu góðu lagi. Þó við horfum kannski fram hjá bröttustu brekkunum, ekki ástæði fyrir Austfirðinga bara að vera bjartsýnir? Jú, endilega, mér finnst það og það er náttúrulega mjög sterk sveitarfélög hérna og atvinnuuppbygging á miðsvæðinu er mjög glæsileg og við höfum notið þess að einhverju leyti þó við séum svona jaðarbyggð. Starfsmenn frá Breiðdalsvík hafa unnið í álverinu og vinna og það hefur bara gengið vel. En heilt yfir ekki ástæða fyrir Austfirðinga að vera bjartsýnir? Við höfum náttúrulega svo margt og svo sem í sjálfu sér allt sem við þurfum þannig séð en það má þetta alltaf bæta hluti. Ég meina fólk saknar þess náttúrulega til dæmis að hafa ekki betri aðgang og meiri að svona menningu. Auðvitað geta menn fara náttúrulega í miklu mæli norður til Akureyrar til dæmis að njóta menningar og það er bara, ég held að það sé af hennu góða, að við förum á milli svæða, en fólk það líka geta notið þessara hluta heima hjá sér. Við höfum sterka framhaldsskóla, svo það er bara svo margt sem við höfum sem er gott. En þótt að gefa aðeins á bátinn fyrir ykkur við Djúpavog, er samt ekki ástæði til bjartsýn og horfa í sólmúl? Jú, þannig höfum bara farið áfram í þessu. Við höfum bara farið með bjartsýnina að vopni og þannig hafa öll okkar viðbrögð verið og verða áfram. Það er engin bilbúður á okkur. Og við erum kosin hér til þess að bera ábyrgð á stjórnun á sveitarfélaginu og til að standa í lappirnar þegar blæs á móti. Og við teljum okkur hafa gert það. Nú, þá eru ekki fleira hjá okkur í Glettunum í dag. Við hittumst aftur á sama tíma á fimmtudaginn kemur. Glettur klukkan 18:30 á fimmtudögum. Bless á meðan.